grjóti og vex nú svo vel, sá víkingur hræðist ei frost né él. Ég er komin hingað til þess að lýsa fyrir hönd ríkisstjórnarinnar stuðningi við átak barnaheilla og alþjóðlegra samtaka sem að berjast fyrir því að allir krakkar fái nóg að borða eins og þið fáið í dag. Þessi skýrsla hins vegar partur af því sem að mér góðu heilli finnst vera svona aukinn skilningur á þessari stöðu svona síðustu 2-3 árin. Það er að segja, menn eru og alþjóðsamfélagi að skynja að hugsanlega hafa þeir lagt of mikla áherslu á að byggja upp innviði í löndum frekar heldur en að verja því fé sem er til staðar til þess að efla landbúnaðarframleiðslu og sjávarútveg. Þetta er það sem að Íslendingar hafa lagt áherslu á. Ég til dæmis og allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Þannig að þetta skiptir máli og svo náttúrulega dregur þetta fram hvað frjáls félagasamtök eru mikilvæg rödd og undirstrikar að það er rétt ákvörðun að færa aukið vald og í framtíðinni vonandi meira peningum til þeirra vegna þess að þau yfirleitt, ekki alltaf en yfirleitt fara mjög vel með þessa fjármuni. Ég held að skipti máli að allir, stórríki og lítilríki, þau taki þátt og móti þessa afstöðu fyrir okkur. Já, þá er þetta hluti af því sem að við höfum á síðustu árum tekið upp, þar að segja að við höfum ákveðið það að setja meira fjármagn í liðsinni til annarra þurfandi þjóða. Alþingi til dæmis sem að stundum hann sagt að geta aldrei komið sér saman neitt, en það kom sér þó saman það einróma í kreppunni að auka framlögin til þessa málaflokks og það fannst mér nú vera heilbrigðismerki á íslensku samfélagi og íslensku stjórnmálalífi. Þannig að þessi yfirlýsing hún er partur af því, hún undirstrikar það sem er markmið okkar að gleyma því ekki að þrátt fyrir kreppu og erfiðleika þá erum við samt einn ríkastu þjóð í heimi og þess vegna ber okkur siðferðilega skylda til þess að láta af höndum rakna og meira heldur við höfum áður gert. Við samtökjum að koma til Saving the Children International og þar er tekið undir áskoranir þeirra það að ríkisstjórnir og allir í heiminum standist í betur. Takk kærlega fyrir gott ljóð, þið eru frábæri krakkar.